Viska til frelsis, 34. kafli, að meðtaka sögð orð. Þegar andlegu kennari hefur haldið fyrirlestur fyrir fullan sal af fólki, þá er alltaf ákveðin hluti fólks sem skilur ekki það sem framfer. Síðan er hluti sem skilur eitthvað af því sem sagt er og að lokum meðtaka sumir allt sem sagt er. Síðastnefndi hópurinn tekur upplýsingarnar sem andlega næringu og meðtekur hvert orð. Sá sem meðtekur mun muna það sem sagt var ókomna tíð því hann meðtekur orðið í hjarta sitt og í gegnum tilfinningar sínar. Ólíkt þeim sem tekur þær inn í hugan og gleymir þeim síðar. Hinn djúpi skilningur er í gegnum hjartað og tilfinningarnar. Þessi síðastnefndi hópur eru þeir sem eru tilbúnir í andlega vakningu og opnun. Sá sem ekki er tilbúin mun ekki skilja orð kennarans þó svo hann haldi fyrirlesturum tímanum saman og gerir allt sem í hans valdi stendur til að upplýsa og fræða viðkomandi. Þessi hópur hefur ekki öðlast sýn þó svo að hann sjái og skynji hið jarneska. Hann hefur ekki eyru þó svo hann heyri hið jarneska. Ekki er hægt að þvinga neinn í andlega vakningun í opnun. Hver og einn ákveður sjálfur innra með sér þegar hann er tilbúinn. Þetta er hluti á gangi lífsins og för sálarinnar og er ekkert óeðlilegt við þetta. En sá sem er tilbúinn þyrstir í upplýsingar og visku og byrjar að leita að ákafa að andlegum upplýsingum sem henta honum. Þær upplýsingar sem henta breytast með tímanum. Þær breytast með hækkandi meðvitund og andlegum þroska. Það gildir sama blekkingarnar í heiminum sem er allt umkring. Sá sem er tilbúin í andlega opnun byrjar að sjá í gegnum blekkingarnar í samfélaginu og í fjölmiðlum og fyrir marga liggja þeir ljóslega fyrir. Sá sem ekki er tilbúin getur engan veginn séð í gegnum blekkingarnar og tekur þeim sem miklum sannleika. Sá sem er vaknað til meðvitundar getur átt erfitt með að skilja að það séu ekki allir sem sjá þessar augljósu blekkingar. Þessi munur á fólki tengist andlegum þroska og andlegri skynjun. Sálin kemur til jarðarinnar til að upplifa blekkingar heimsins og til að upplifa óttan og sundrungina og því er sannleikurinn haldinn frá stund eða þar til sálin hefur upplifað það sem hún ætlar sér hér á jörðinni en að lokum opnast augun og sálin vill komast úr þessum heimi og halda för sinni áfram í andlegum þroska. Sálin ákveður í raun áður en hún kemur í líkama hvort hún ætla sér að vakna eða ekki í komanda lífi. Því getur sá sem opnað hefur augun fyrir sannleikanum tala við hinn blinda langa hríð á nokkurs árangurs. Hinn vaknaði öðlast síðan skilning á för sálarinnar og för annara og lærir að taka tilliti þeirra. Allt í lífinu hefur sinn tilgang og á sínar skýringar. Komdu fram við aðra af kærleika og umburðarlyndi og þá hefur þú lagt þitt að mörkum til að hjálpa öðrum. Sá sem er tilbúin byrjar að spyrja þig spurninga þína för og andleg málefni og þannig finnur þú þá sem eru tilbúinir í andlega vakningu og opnun. Þú byrjar að miðla þeirri visku og reynslu sem þú hefur öðlast á þinni för og þú munt upplifa mikla gleði og lífsfyllingu þegar þú hjálpar öðrum. Því meira sem þú gefur af þér, þeim mun meira muntu upplifa sjálfur. Fyrir þann sem er tilbúin er allt hið andlega augljóst, en fyrir þeim sem ekki er tilbúin er þessi heimur honum hulinn. Eitt er víst og eitt er örugt að allir munu vakna á endanum til sjálfsmeðvitundar og hefja sín andlegu för. Þetta mun gerast þegar þeirra tími er kominn og þeir eru tilbúnir. Það er gangur lífsins. Mikilvægt er átta sig á því að allt andlegt starf á sér stað innra með þér. Þú þarft að hreinsa hjarta þitt og opna það fyrir kærleikanum. Þú þarft að losa þig við allan ótta úr lífi þínu og mynda þannig rými fyrir kærleikan. Fáðu upplifa kærleika og orku Guðsorkunar í líkama þínum. Það er markmiðið með hinnu andlegu för og opnun. Hægt er að fara á tugi andlegra fyrirlestra og lesa tugi andlegra bóka en ef þú byrjar ekki að takast á við sjálfan þig, þitt falska sjálf, þá muntu ekki upplifa hækkandi meðvitund og Guðs orkuna.
Nauðsynlegt er því að meðtaka og tilenga sér þá andlegu kennslu sem þú öðlast og notfæra sér hana til framdráttar í lífinu á sinni andlegu för í hækkandi meðvitund og meiri andlegan þroska. Þetta er för allra þegar þeirra tími er kominn.